Velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem veifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé hollt og gott. Og hingað er komin Örnólfur Árnason. Hvað er ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur? Já, kannski eitthvað svo. Annars hef ég grautað í svo mörgum ævina, það er svolítið erfitt að henda reiður á því. Þessum er ég að spyrja. Hvað ef ég myndi spyrja þig, hvað er ég að titla þig? Hvað myndir þú segja? Já, ég er náttúrulega aðalegi í ferðamálum núna á þessu síðasta skeiði ævinar. Já, en fyrir þann tíma? Ég satt að segja, var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað. Hver þú værir? Já, einlega, en það er nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en ég fór að hugleiða það líklega enginn af mínum samferðamönnum, eða bara skólasyskinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Það er kannski merkilegt eða asnalegt að segja þetta, en það er bara staðreyndir að ég hef sinnt svo mörgum störfum ævina og haslað mig svo víða svolítinn völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við. Og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun. Ég byrjaði í lögfræði, var í 2 ár, var duglegur í því, en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum, kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á Morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall. Og það var býsna gaman. Ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðist engum blaðamönnum í dag. Ég hafði mikinn áhuga á listum, sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóri var fenginn og ég hafði viðtal við hann og fór jafnvel við leikarna líka og mikið af myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo... En fólk gerir þetta náttúrulega á netinu þar sem að Já, alveg rétt. Svo fór ég að skrifa í Moggan, ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig, mér fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu, var það í nokkur ár og þangað til mér lenti saman við húsbændur mína þar. Út af hverju? Já, út af, það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýni á sama tíma og ég. Hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjálmsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás. Þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega aðalmanneskjan á fréttastofunni og þetta voru vinir mínir og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér annað andlit hjá Matthíasi sem að ég reyndar, mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið. En kollegiðin, hvað var hann að skrifa bók Thors eða? Þú veist að það var ráðist á hann Já, hann talaði að hann
Já, ég vil ekki fara alveg út í það en hann væri á hérna einhverjum spena hjá ríkinu og allum mögulegum og gæti ekki neitt og svona. Það er nú ennþá að tala svona skáld og listamenn. Já. Það er ekkert vist. En svo ég stofnaði fjölskyldu á þessum tíma og svo kynnist ég manni sem heitir Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá hann og Guðni nokkur í Sunnu, þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hefði engin Íslendingur eiginlega komin neitt nema til Kaupmannahafnar og London og nokkri heildsalar sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldi þátt í þessu. Fyrst var ég fyrir hann í London og sá fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo lendi ég í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist farastjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morgunin eftir. Ég var í London 68 og ég sagði nú þetta væri alveg ómúlegu staður. Ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódamur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir pleppar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega. Ég sagðist ekki einu sinni vita hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman það get ég sagt þér, það er una cerveza por favor og svo skellt hann á, þú ferð svo skellt á og ég fór auðvitað og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér. Við lendum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinu og þar voru svona bólugrafnir kallar með vélbyssur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hver fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem afgreiddu okkur inn í landið og því þóttust vera landamæraverðir og svona. En svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni, það er ekkert að segja það öðruvísi. Svo að við Helga með 2 lítil börn við fórum bara til Barcelona, fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðarböndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi. Ég kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar minnst kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa æviminni ef allt lagt saman. Og skiptir máli hvort það sé Spánn eða Katalónía það sem þú ert á þessu tíma? Nei, sko, svo fór ég að vinna ég var þarna við námi í Katalóníu og svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega það rak endarhnútin á þessa ást mín á Spáni því að Andalúsíu er svona alveg sérstök. Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu? Jú. Ég er hrifin af því að líka sömuleiðis. En Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér. En svo upp úr þessu þá, ég er þannig nokkur ár og er þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt. Og þá fer ég út í að við stofnum félag leikritahöfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikritahöfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi. Var að forseti leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í svona skipulagi á menningarmálum. Síðan árið 1978 í árslok þá
þá eru pólitíska breytingar á Íslandi. Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og það er svona skammvinn veðraskil, það eru mikill kosningasigur, það eru kallar A-flokkanir, 78, einhver 28 þingmenn samanlagt, alþýðuflokkur og Alþýðubandalagið. Þá vorum við Njörður Njarðvík, beðnir að taka á okkur listahátíð. Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu 4 árin og þetta var óskaplega skemmtilegu tími. Maður kynntist afskaplega mörgu fólki ég tók upp á því þarna með fyrri hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fékk ég til landsins stóran leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni eftir alla þennan tíma. Ég man eftir því, Komedians, og það vildi svo til að Joan Font sem að stjórnaði Komedians, hann var einn af mínum bestu vinum og það var fyrsta verk mitt, það var að reyna aðtöku hvort að ég get ekki fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustig fyrir fram að Breiðfirðingabúð og sýndu svo í Þjóðleikhúsinu og svo fóru þau ringferð landið og ég man eftir því mér að minnist þetta á 17. júní þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og allir húsvíkingar en við sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir trúðamúsíkinni og með þessum stóru mönnum á stultum. Já, mönnum á stultum. Þetta var mjög gott veður á þessar listahátíða því ég var í Ólafsvík þá á sjó og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur. Það voru fréttir af listahátíð og mynd af El Komedians úti og það var líka búin til klúbbur listahátíðar. Já, það var nýlunda sem við fundum upp á Njörður út í fjárstofnustúdenta. Og þarna hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar féll meiri hluti sjálfstæðismanna og það var eins og það væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á bátnum og fara til Reykjavíkur. Já, gaman að heyra það. Það var þér að... Þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum, okkur leiði öllum vel við þetta. Og það var alls konar, það var ekki bara Els Komedians, það var Pavarotti og allt mögulegt, sko. Á hápunkti sínum. Já. Pavarotti þá. Já. Það kom seinna sko þegar maður orðin eldri en þarna var hann alveg á blómatíma sínum. Já, hann var alveg á toppi. Og svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listahátíð. Og við gerðum þetta kvikmyndavorið, ég tók þátt í því. Þannig var að við vorum líka sko með kvikmyndahátíð þegar ég var með listahátíð og þeir höfðu... Sem var sögufræg, meðan út að það voru myndir settar í bann. Já, það var nú, sko... Var það seinna það? Já, nei, það var fyrr. Það var fyrr, 78 líka. Já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir, og Friðrik Friðriksson, og Davíð Oddsson, sem að voru með hátíðinu undan okkur og þeir byrjuðu á þessu, á þessari kvikmyndahátíðinu höfðu hana í Háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í Regnbogan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyinu og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona. Það hentaði betur fyrir svona listahátíð, svona kvikmyndahátíð og við fórum yfir í það að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njarðvík sem störfuðum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi 4 ár sem við vorum, þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndahátíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma. Þetta var mjög skemmtilegu tími og
ég var nú reyndar að gera ýmislegt annað. Ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimir Sveinssonar. Við störfuðum mikið saman, vorum miklu vinir frá því í skóla og við fórum með hana til Suður-Ameríku, allt þjóðleikhúsið, 45 mannalega flokkur og svona. Það var þrímskviða eða ekki? Silkitróman, fyrir. Ég var að hugsa eitthvað um daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem var reyndar eldra, svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa um þetta verk. Af hverju hefur þetta verið sett upp aftur? Silkitróman? Nei. Finnst þér ekki að það mætti alveg gera það? Jú, og við bundum mikla vonir við þetta yrði alheims success því að mann dreymir nú stóra drauma og þetta var þýtt á ensku og það var búið að kaupa þetta breska þjóðaróperan sem svona túrnerar landið og heilmikil stofnun en það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að koma í veg fyrir það að þessi draumur það veruleika. Því að ég klára því að ef þessi músík og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar. Á hverju? Af því að enska en ekki þetta hafi verið svo gott verk? Jú. En ég ánu við að það fékk aldrei möguleika. En óperur eru afskaplega dýrar í uppfæslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum var byggt á hugmyndum að láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis, þeir voru óhemju fínir og dýrir en þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis í Caracas, það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela. Það var mjög fínt að vera þarna, við vorum þarna í næstum mánuð og við höfðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli. Þeir lét okkur hafa symfóníuhljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levine sem að setna var mjög frægur allan heim og við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðarlega Sveinn Einarsson stjórnaði þessu uppfærslunni og það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og svo fer ég út í kvikmyndagerðina og þá gerum við fyrst ... komma strik og ég var sem sagt framleiðandinn og við stofnuðum kvikmyndafélag sem hét Óðinn og síðan gerðum við mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma. Og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi. Já, það var alveg útilokað. Við fengum, þessi mynd það var nú allt gert, það mjög mikið gert til þess að stöðva það að hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu. Af hverju? Af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar, 47 eða 48, heldur svona titringi. En þannig erum við komin til 83-4 eða eitthvað. Já, við hvað erum við hrættir? 40 ára síðar. Sko, það náttúrulega kalda stríðið enn þarna. Því ekki lokið. Þetta 80 og 2 sem við erum að stöndum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu
lét afskaplega vinalega alltaf við mig, að ég kom seinna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn, hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu, en hann var líka formaður Atlantshafs NATO félagsins. Varbergs, já. Og ég til dæmis þegar vorum að taka senur upp í Öræfum, og það var ritstjóri frá Politíkan sem fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta. Satt í hjá mér þangað og við urðum svolítið kunningjar. Svo hringdi hann í mig, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð. Og þetta heyrði ég ekki frá honum. En Búnaðarbankinn ætlaði sem að fínanseraði myndina, ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrónum með hana. En það var tekið í taumana frá öðrum stað og ég get ekki sagt frá því hvernig það var, en það var forstjóri fyrirtæki sem átti gífurlega sjóði í Búnaðarbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöddum og Þórhalli Sigurðssyni sem átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni, hringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina. Og svo lesa við okkur tókst að klára hana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndahátíðina í Cannes, því að aðrar myndir sem höfðu bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma, en þessi mynd var valin af leikstjórum, frönskum leikstjórum, Vincent de Realisateur, og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi, en einhvern veginn það var eitthvað sem var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því. Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guð má vita hvað það var eitthvað sem ekki komst til skila hann í þessu. Og útlendingar hljóta að skilja þessa sögu allt öðruvísi heldur við. Ég hugsa það. Ég var við það og en hún fór mjög illa með okkur og við mistum, ég var gjaldþrota til dæmis. Svo það var ansi mikill skellur þarna eftir þetta. Miklir timburmenn eftir þetta ævintýri. Það fylgdi mikill sársauki vorinu í íslenskri kvikmyndagerð. Já, það voru margir sem fóru illa út úr en ég held enginn eins illa við. Nei. Því að við mistum eignir, við mistum húsið mitt og þeir félaga mínir líka. Svoleiðis að þetta var ekki gott mál. Og Hvað er langt sem þú séð myndina? Ég sá hana þegar hún var sýnd í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hún miklu betri heldur en það. Hún er svona snirtilega gerð mynd, minni mig. Ég var búinn að sjá hana svo oft þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana. Nema þegar ég var að reyna að selja hana, en fyrir sjálfan mig, menna ég var orðin pínlítið leiður á henni. En ég var fegin að sjá hann aftur í sjónvarpinu. Og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjendum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft? Nei, alls ekki þá. Nei. Þannig þú ert komin yfir það? Já, ég var alveg komin yfir það. En ég nú oft hugsað þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta. Því að þetta var í raun og veru þess virði. Hvernig þá? Já, bara að taka þátt í þessu, að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það, bjóða þessum öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti. Og það er bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkert eftir því og ég held
ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan. Og ég sé ekkert eftir því. Því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkert sem að maður byggir sína persónu á. Það er einskis virði ef engin jurt vex í þinni krús. Nei. Nú eftir þetta þá skrifaði ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var að kafa í alls konar þýðingum og sjónvarpsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur. Svo gafst ég nú upp á því. Mér fannst þetta, það var nú ekkert upp úr hafa í raun og veru heldur. Ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári, þetta er ægilegt puð. Lítið borga fyrir hverja síðu. Já, og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa. Það er allt í lagi svona einhvern smá tíma. Og svona meiri partibóla. Ég meira, og bara ég meira fyrir að bara hafa samneyti við annað fólk. Það er einmannalegt að sitja og skrifa. Já. Lokaður inn í ein haus. Já. En eina af þessu bókum var kolkrabbann sem að tengist kannski þessu sem þú ert búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna. Já, ég hugsa sem er svo þitt uppgjör. Það er alveg rétt hjá þér að ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabbann ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu. Að finna fyrir tökum hans. Já. Og það var ansi skemmtilegt ævintýri með kolkrabbann. Ég kynntist alls konar hlutum sem ég hefði ekki kynst áður. En Þetta er sérst á slóð kolkrabbans. Frásögn af hvað er það? Leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi, getur maður orðað þannig? Já, grunnhugmyndin er náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta er kannski fyrst og fremst Eimskipafélagið á þessum tíma. Kolkrabbinn má segja að sé Eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og bensíndreifingu og böngum og Eimskipafélagið tók upp á því að fara að stofna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum. Að vísum má segja kannski til dæmis að flugleiðir flugleiðir sem það hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það er ju flugsamgöngur en þeir þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega. Og það var mjög áberandi á þessum tíma og er enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim. Það er enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðirnir greiða yfir bara atkvæði með sterkasta einkafjárfestinum. Já, ég held að þetta sé ennþá og það er annað sem er náttúrulega þú segir lífeyrissjóðirnir en það er líka það að núna það er ástandið með sægreifana. Það er nákvæmlega sama málið og með kolkrabbann á sínum tíma. Að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala nú ekki fasteignir og allt mögulegt svona. Þannig að það er vald sægreifana dreifist allt núna og er að ná heljartökum á þjóðfélaginu. Og þessum er þessi líking kolkrabba notuð, þessum er marga arma. Akkurat. Og
svo af því að við erum að tala um það, þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag. Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kvóta? Eða var það kannski... Kvóta er ekki til á þessum tíma. Það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðarásæði, það var ekki... Já, það getur verið, já. Ég hef bara hættur að fylgjast með því. Akureyringa og fleira fóri þarna inn, þetta var tildur skamman tíma. Það var að Eimskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma. Heldur betur. Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út. Já. Að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafði aðgengið erlendur lánsfé og gat raunverulega keypt upp allt sem þau vildu. Það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum. Já. Og allir lut á honum. Ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum. Já. Og það var eins og helgimynd. Hann satt og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það er svona opinberaðist fyrir manni í einni mynd. Þetta er mikið vald. Þetta var svolítið hallærislegur og hégómlegur hlutur blæri verið svo öllu hjá Herði og Halldóri H. Jónssoni. Þeir tóku sig alveg óskaplega alvarlega og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir ef við tökum okkur mjög alvarlega og ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondu róli þarna. En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar og var það ekki sagt að þú væri bara kolruglaður maður? Ég veit ekkert hvað var sagt náttúrulega en ég hitti fulla fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég tók þátt í því mikið og Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig. Og, sem er svona varðhundur og geltir á alla sem er óþekkir. Já, hann sagði mér og reyndar Hannes þegar við vorum að fengum okkur bjór einhvern tímann og hittust niður í bæ. Við töluðum alltaf saman svona að hann sagði það er bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann. Hann sagði þetta bara svona og geltir bara hundur. En ég ætla að, þegar maður er að líta svona yfir lífsitt, þá þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það, að maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig. Og eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það er að botna eitthvað í sjálfum sér. Man er ekki skottið á sér af því að maður breytist líka. Nei, það er ýmislegt sem að veldur því. En ég stundum verið að velta því fyrir mér og það er ekki alveg nýtt að kannski ef maður er að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að ég hef grunum að það sé einhvern sterkasta aflið í mér. Það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem er í kringum mig og að deila því með öðrum og það er náttúrulega allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að háma í mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég er að gera núna sem er að og hefur verið að gera stundum það er að segja að ferðast heiminn og búa til úr því útvarpsþætti eða skrifa það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það er að horfa á og ábendingar hvaða steini er hægt að velta við,
hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir einhverju máli fyrir mann. Og ég hef þá óbílandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn, skoða, pæla í því, fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni. Þú ert ekki sama manneskjan, það er ekki, auðvitað eru minningar, ég er ekki að tala um minningar, ég er að tala um raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum, fundið lyktina, séð, ég veit að þú hefur ferðast mikið, þú til dæmis í Marokkó, þar sem við höfum báðir verið mikið og þetta, ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leyti, að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða í heiminum. Hvernig þá? Hvernig breytir það manni? Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti. Maður verður ekki eins heimóttalegur, er það að minna það? Til dæmis, já. Það er eitt af því, en ég myndi ekki nota það orð. Heimóttalegur, ég er bara að tala um að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum, sjá lífshætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbílin eru, hvernig umhverfið virkar á þig, að þetta er ekki, til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum, þá sérðu alltaf aðra mynd. Þú hefur, ég held að þetta eyðir líka fordómum og þú sérð ekki, þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa, stríð og hitt og annað svona. Það er oft í fréttum sem er svona afmennskun fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað staðar nálægt að það er ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður er til dæmis í stríðsfréttum. Já, statistík. Sem í stríðsfréttum. Hugsaði til dæmis með fréttir. Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir. Hvaða áhrif hefur það á þig, hvort það hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt. Bara ekki nokkur. Þetta hefur enga merkingu. En það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum. Þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið. Þegar koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona. Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara sterkt áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 manns deyji því að það er 200 sinnum sem einhver deyr. Dauðinn er einkanlegur, hann er bundinn einni manneskju, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu, það er bara eins og að Já, hún er þarna í þessum tilvikum í fréttum er þetta bara statistík. Þetta er ekki fréttir, þetta er ekki fregnir, þetta er ekki harma fregnir, þetta er statistík. Og hún er aldrei interessant. En að ég sagði heimóttalegur og þú sagðist ekki vilja nota það orð. Við þekkjum í Íslandssögunni, kannski kynslóð sem var seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérðan og þaðan seitluð inn í Íslands samfélag án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verður maður svolítið hissa að sjá þetta. Já. Að hvað maður veldi fyrir sig hvernig ferðast til hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfasamskiptu menn út allar koppagrundir
og veru bara ágætlega tengdir heimsmálum og tíðaranda síns tíma. Já, já. Stefán G. kannski gott dæmi þetta, sem hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hunds- og kattatíð. Alveg rétt. En var mjög tengdur sínu tíma. Ekki var hann mikið að ferðast. Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raun og veru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leyti með því að lesa ferðasögur eða meira að segja, ég man nú eftir að því ég filmaði punktinn að það ein setning sem kennari segir þar, sá sem kann landafræði ferðast ókeipis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að því að náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast heldur bara lætur sér nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá maður náttúrulega mér fannst það sömuleyti þú verður að tala þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem að áhugavert. Og ég var eitthvað að reyna að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tiltölulega stefnulust. Þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt, svo opinn fyrir öllu af því að maður ekki að fara neitt sérstætt og kannski ekki að koma einstaðar, þannig að svona það sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið. Maður ekki á leiðin eitthvað og þá velti ég fyrir mér að býta það kannski best ef maður hefði bara drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá er maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hegða sér og hvernig fólk við hvort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður er búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða Ég skil alveg hvað þú átt við og ég er algjörlega sammálaður nema ég er ekki sammálaður að endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern set tíma en þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð. Já, það er eitthvað Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkert of mikið plan. Nei. Og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og njóta þess bara að vera á staðnum að þá ferðalagi ekki mikils virði og í þessum ferðalögum sem að ég skipulegg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnóls að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess að... En túrismin svona einhver leiti þannig að þú sér það bara í Reykjavík. Ég labba oft yfir Skólavörðuholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum, ég segi ekki hafa túristum en svona slatta. Allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju. Svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá ertu búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og Reynisfjöru og
Já, það er fullt af fólki sem ferðast svona. Já. En hérna... Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallaða ferða iðnaði byggður í kringu þetta. Já, það er alveg rétt. En ég verð að segja að ég hef alltaf aðra upplifin að þessu, sérstaklega núna í seinni tíð. Með mér í þessar ferðir sem að ég skipulegg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku, að hérna það er mest fólk sem er svona við það að fara á eftirlaun eða komið á eftirlaun og flesta af þessu fólki hefur ferðast talsveit áður, ekki allt en næstum allt og það vill taka það rólega, það vill skoða eitthvað nýtt, sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst, en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona. Það er líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag að það er náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana. Það er orðið svo mikil svona, það er orðið tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og þannig að þeir sem eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlaun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til og berða saman við kannski samanburðin á fólki milli 60 og 70 og svo milli fólk sem 30. Efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var. Aldeilis. Þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öðruvísi með börnin. Já, ég er nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en það er náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu. Já. Og það er bara þróun þjóðfélagsins hefur því miður verið í þessa átt. Ekki það því miður að fólk hafi það gott í hellinni, en þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og ég tala nú ekki blessað fólki sem að reyna að koma sér upp það gefur höfuðið. Sem oft fólki sem með börnin og þyngstu framfærsluna og fleira. Já. Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson. Já. Má ég spyrja hver það er? Eða var? Já. Það var náttúrulega sérstakur karakter. Hann var sérstakur karakter og hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna, stofnaði svo kór og Polyfónkórinn og sem var alveg gífurlega fínn kór og hann var mjög sérstakur maður, óskaplega mikill perfektionisti í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipað með Guðna Þórðarsson í Sunnu. Hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leiddust svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja dvalir hingað og þangað og mér líkaði afskaplega vel við hann Ingólf, hann var mjög sérstakur og hann þoldi nú yfirleitt ekki neina kallmenn í kringu sig en okkur komu frekar vel saman og ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og 1 til 2 beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg 100 manns þarna í einu og hann hafði það sérkenni í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekkert nema það besta og hann stóð alltaf í skilum
og ég mata mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta, það var svona hiti í hinn og öðru, ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig það stóð alltaf eins og stafur og bók, alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum, það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma. Þú áðan varst að tala að fyrstu ferðinir hafi verið til Costa Brava en þarna er búið að flytjast til Costa del Sol líklega. Nei, sko, það var þannig að báðir þessir frömuðir, Guðni og Ingólfur, höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðaskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél, voru keypt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlunarflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Karls heitinn, Thomas Karlsson, þú þekkir hann, var ritstjóri Tímans og svo fór hann, var svo diplomat að við vorum hérna, bjöggum báðir á Landakoti þarna sem við kölluðum, það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna, og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýnduðum með London, settum þá svo aftur borð í flugvél sem fór til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gæti verið hvað sem var. Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu? Jú, mest til Mallorca og svona ef maður ímyndar sér að maður sé að fletta mokkanum að þá er þetta verið að auglýsa Spán. Já. Þetta var náttúrulega miklir auglýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona þetta til í svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega svona pætur, þú kallar pakkaferðir líka. Já. Þetta er svona... Það heita það sko, pakkaferðir. En hérna, þessi massatúrismi, hann byrjar svo upp úr þessu. Og næsta ár, ætla ekki verið 1970, 69, að þá byrjar þessar beinu flugferði til Miðjarðarhafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip. Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá er það háir og lágir og ég mani til þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Cordoba og svona því að það er ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu þá var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru að hossast hlið við hlið sko, bankastjórar og ráðherrar og fiskverkakonur utan að landi og allt mögulegt fólk sko. Og þetta fannst mér alveg dásamlegt. Þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra-höllina og svona. Og þá voru allir að njóta þess svona saman og svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þarna. Ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynnst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið í þetta, ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti, svona stússi allt mitt líf, þá hef ég aldrei kynnst þjóðinni. Ég hef langmest kynnst henni á ferðalögum. Þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman? Nei, þetta er nú ekki kannski. En þetta var sérstök perióda. Sérstök perióda og var til leikrit og söngvar og fleira þetta. Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta. Það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar að vera að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega. Já, þetta var nú ekki alltaf gaman fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvellinum í Malaga og kom og taka móti vélinni og þá heyri ég sko, starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangað flugvellin, bara inn í tollin
til þess að sjá Íslendingana velta inn og þá voru sko margir til dæmis héldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keypt á flugvellinum í Reykjavík, í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir, ekki allir, það var svona stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu. Þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum. Þessi englendingar drekka miklu meira á flug. Englendingar er náttúrulega svolítið svakalegi turistar, sko. Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði. Einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum. Og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matseðilinn. Já. Þannig að vantaði bara eiginlega bakaða baunir, sko. Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í... Nei, þeir vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn. Þeir eru slæmið með það, já. Já. Þeir setja sín svipa á þetta. En á þessum árum að þá var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs ef þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6 að morgni. Já, maður sá nú eiginlega, ég sá þetta hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjússa svona eldsnemma á morgnanum. En ég sé nú eiginlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamb á flugvöllum eða í flugvélum. Og það er á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef fólk gerir það þá er það bara einhver vandamál. Já, það gerist bara einstakar sinnum. En á þessu tíma þá var þetta fjarlægar slóðir sem þykja það kannski ekki í dag. Spánn er ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga, eða? Nei. En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega bara allt annað heldur þau voru vön. Enda var þetta borða alltaf annars konar mat. Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagaheiras til Costa del Sol. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Evrópu. Það var allt annað bragur á öllu og sumt var kannski svolítið frumstætt. En þá náttúrulega verðlagið breytt öllu. Það var bara kostaði ekkert að vera þarna. Og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn. Og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast. Já. En það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum? Já. Einhverja sögur voru það að fólk hafi farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja. Já. Ég sá það. Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir? Það veit ég ekki. Það hafi nú verið bara svona eitt og eitt tilfelli. Ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað um þetta. Þetta breytti, þú varst að tala um að það að ferðast breyti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breytti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga. Já. Mér finnst það svona þegar ég er barn og svona að þá hafi voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega kannski var svo erfitt að vera að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri allt ómögulegt í útlöndum. Maturinn væri vondur og það væri allt eiginlega svo vond í útlöndum. Ég hef nú, það er ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju boði, það var einhver sem sagði og hún var nú, hann var að vitni í einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum. Já. Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálægt mér, það gerði ég ekki heldur. Og þá er það fólk bara sem hefur það fyrir sig, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum. Og sumustuðum er eiginlega besta sem við gerir að borða fiskin, sko, til dæmis.
Vestur Afríku og svona, þá er fiskurinn langbesti maturinn. Já, Og eiginlega langu örugasti maturinn líka. ég hef hvergi fengið, mér finnst hvergi í heiminum sem að, ég veit ekki neitt stað þar sem auðveldara að gera vel við sig í mat, sérstaklega í fiski, Já, eins og í Malaga. já, Því að ég þekki engan stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það er jafnvel sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það er kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem er allt ferskt og þetta er ekki við í heiminum. Þetta er ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítalíu og Ég vissum að það er einhver til sem hefur andmælaður í Frakklandi. Til Já. dæmis bara jáfnvel inn í París, sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði sækja við fiski frá Miðjarðarhafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið til þess að sækja hörpudiskin okkar og flyðruna og þeir sækja fisk sogan til sín þetta eru bara öllu nágrunnu. til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið heilmikið að það er ekki nema örfáir dýrir staðir sem eru með svona fisk, verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval. En það var fiskbúðin í hverfinu mínu í París. Já, í búðunum, alveg yndislegt. Ég myndi gráta bara ef ég sæi svona fiskbúð í Reykjavík. Ég þekki það alveg, já. Það er alveg dásamlega búð. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hotn. Já, þetta bara á ís. Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina. Ég þekki það, já. Og voru bara með allt sem er í búði. En var ekki líka fólki í Galísíu sem myndi segja við þig að það er miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga? Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn, sko, ég bæði verið í Galísíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í fyrir einu ári. Þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilbao og San Sebastián og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staðir fyrir fisk. Já. Það er sko, en úrvalið er enn meira þarna suðfrá. Og það er af því að það er á fisk úr Miðjarðarhafinu sækja hann til Katís á mótnana og já, en bara það er bara víða þarna suðfrá og alveg dásamlegur matur. En ég var að nefna þetta þarna með að því að þú sagðir að ferðarlega breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í er náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú býrði í dag. Hvað heldurðu að það að Íslendingar hafi ferðast, að landi hafi eiginlega opnast? Það var eiginlega mjög lokað og það er ekki bara íslenskar ástæður fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldurðu að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags? Ég er ekki vafinn það. Er ekki vafinn það. Við getum ekki fengið tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það er allt annað að búa til dæmis tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið. Maður fer ekki að taka upp, maður verður ekki aftur eins og maður var. Það er útilokað. Það er engin leið tilbaka. Hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri, það er ekki allir víst þú sett betri. Þú talar svolítið um þess að eftir svona verður að breytast. Ég tala um það eins og að þroskast, já. Það gæti ykkur sagt, þú veist, að það að vera Íslendingur með sjónarmið gamla Íslands sem að þú ólst upp í, það sé bara betra. Já, ef það er, sko, ef það er ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi,
takmarkið í lífinu er það að vera sem mestur Íslendingur. Þá er þessi lógík, þá er hún kannski einhvers virði. En hérna ef það er takmarkið er að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins, að þá held ég að það sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað. Var ekki settur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikill Íslendingur og sannur heimsborgari eða eitthvað í þá veruna? Þú kannast við þessa hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en ég var að hefði verið langt að fara til Miðjarðarhafsins þegar þú byrjar þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en ég finnst ég hafa svona frétt mest af þér í Asíu, í Víetnam og Bali og svona því að heimurinn er að minnka svona. Er það kannski svona Bali er kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir í ferðamennsku? Já, ég veit ekki, Jú, það má kannski segja það. En ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður, þar að segja ég hafði verið í Japan. En Suðaustur-Asíu er dálítið sérstök og það er kannski það sem er líkt með þessum ólíku löndum í Suðaustur-Asíu, það er það að þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í 5 aldir eða svo og lutu svona álíka nýlendur stjórn, ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka. En það er þessi Malajar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna í gegnum aldirnar. Það er eitthvað yfirbragð sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna. Viðmót fólks er undarlega áþekkt, til dæmis bara þó að trúarbrögðin séu önnur og svona, að það er allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best, þannig við að tekið vel á móti manni, en það er það að þegar fólk svona brosir við manni og vil gera manni eitthvað til geðs, að þá getur maður ekki séð að það sé, maður sér ekkert svona fals í því eða svona þreytumerki. Það er svona frekar að manni finnst þetta að vera einlægni. Og þetta kunna allir vel að meta. Ég vil langar að tala þessum æsku og uppruna. Bara aðeins verði þú varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að sagan sem að verður til einhvern skipti máli að því að varst ekki með svona útvarpsþætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir. Jú. Og ég bara velta fyrir mér, af hverju viltu búa til svoleiðis? Af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum? Það er eiginlega tengist í sem ég var að myndist á áðan. Þetta er trúboð. Myndist á áðan. Já. Að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli, eða hvað það er sem knýr mig áfram, að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi, að það sé fullkomnað nema að deila því með öðrum. Og þessi
árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug. Hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna. Því að það ákveðin kennari, þú sagði trúboð, en hérna allir það trúboð þekki ég nú eiginlega ekki neitt, því að ég hef aldrei verið sérlega trúað, en kennsla, ég kendi heilmikið, ég kendi í mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi, að þá kendi ég árið áður, þá kendi ég 5 bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að ég var ástríðufullur kennari í því, þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk, hafa áhrif á fólk sem er að þroskast, er að fara að taka próf, eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt, óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vitað áður. Það veitir mér afskaplega mikla gleði. Hörðu, en ég hef haft það sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli. Hvernig þau muni fyrst eftir sér? Já, ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð, þar sem við vorum, ég var verið 2 ára, þar sem ég fór með móður minni þangað við bjöggum í Reykjavík. Afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðarmaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálfsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða að segja á sama árinu, þar sem við lágum við að vorum á skríðand á gólfinu og höfum fundið svona, vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem var neðst í hérna afgreiðsluborðinu. Held að þetta sé fyrsta minningin. Og var það einhver mynd af? Nei, held nú ekki. Nei. Svo man ég eftir einhverju svona, þegar ég var svona pínulítill líka. Við bjöggum á Vífilsgötur 6. Ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og það var svona einhver hersveit að labba þar. Því þeir voru í það sem voru sendna skátaheimili, þeir voru þar með herbúður. Ég fæddur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt híbýlum okkar. Þú nefnir afaðinn sem út skýrður eftir, eitthvað sagt að fjórðungi bregður til nafns. Hefur þú trú á því? Ég hef hitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft áhrif á líf þeirra. Eftir að það hafi haft áhrif á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað er svona stórgrósir? Já, hann var það, ég veit það ekki. Svona. Já, jú, það vildi ég gjarnan, en það var skaplega góð maður. Já. Þú manst eftir vel eftir honum? Já. Segðu mig frá honum. Örnólfur afi minn, hann var semst allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fæddur 1892, svoleiðis.
hann giftist konu sem hét Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lok november 1918 og Finnborg amma mín, hún dó nokkrum dögum seinna í spænsku veikinni. Og hann sem sagt ungur kaupmaður Örnólfur og hann 7 árum seinna þá giftist hann Ragnhildi Þorvaldardóttur, dóttur Pressins á Stað í Súgandafirði og átti með henni 10 börn. Svona sem ég átti mikið af hálfsyskinum móður minnar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég, sem sagt móðursystur mínar. Og þetta var mikið mektarfólk. En þú bjóst ekki á Súganda? Nei, aldrei. Nei, ég bjó bara, ég fæddur í Reykjavík og... En hann hefur verið svona, hvað getum við kallað, svona hérashöfðingi? Já, það var það nú. Við tölum aðan kvótakerfið og svona. Já, einmitt, já. Það svolítið munur á því hvernig þeir sem voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu. Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittumst áður fyrir nokkrum árum. Já. Að það var alveg... hann var mikill vinur Ásgeirs Ásgeirssonar sem síðan var forseti og þá þurfti að kjósa Ásgeir bæði þegar hann fór fram fyrir Framsóknarflokkin og Alþýðuflokkin en hann var voða feginn þegar Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sinn eigin flokk. Ég hélt í fram þegar við hittumst hér áður að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag. Og líka þetta með atvinnurekendur að þessi ábyrgð sem atvinnurekendur töldu sig hafa eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrgðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri. Þannig að afiðinn sem svona kapitalisti, það eiginlega allt önnur allt önnur skepna heldur en kapitalistar í dag. Vegna þess að þegar hann þannig í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir á þessum tíma vegna þess að það var ekki að láta fólki í þorpinu svelta og það detta engum í hug. Það báru allir ábyrgð á þessu saman. Þykir þið vænt Súganda? Þykir þið vænt Súgandafjörð? Já. Kemur það ánga eitthvað? Já, ég kemur fyrir. Já. En ég bjóðar aldrei. Ég var þar að vísu 1 sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum. Já, ég líka. Ég var 1 sumar í fiski á Súganda, já. Ok. Var það reyndar í svona harðfiskverkun, var að flakaði fisk heilt sumar. Já. Ég kunni vel við mig á Súgandafirði. Ég kunni vel við mig á Súgandafirði. Ég þvældi svolítið á þessum árum svona í verbúðum hér og þar. Okay. Mér varst mannlífið á Súgandafirði, ég vil þetta bara á Vestfjörðum, mér varst það best tekið á móti manni sem aðkomumanni fyrir vestan. Já. Það er víða annars staðar þá var afkomu fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert fólkinu í þorpinu. Já. En það var alls ekki þannig á Súganda. Það þykir væntum að heyra. Þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og Vestfirðingi. Týnda síninu bara. Ég skrifaði svo seinna, einu sinni ævisögu, einu af þessum 5 bókum sem ég sendi og var metsölubók líka. Það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og
hann var náttúrulega líka svona íhaldskall Já. og það var mikill vinskapur með okkur. Matthías, við þekkt hann ekkert fyrir, bara við það að skrifa þessa bók og við héldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó. Og hérna, það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko ræturnar hérna, móður minnar hérna, ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem og grublaði í sögunni þarna sem Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður. Þú myndir ekki kalla þig Vestfirðing, er það? Nei, valla. Nei. En ég náttúrulega Vestfirðingur í móðurætt. Já. Kannski það minna í dag að fólk, það kom hérna maður daginn og sagðist vera strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega þeir síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti. Já. Það voru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég er strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég langt senum að hafa heyrt þetta, ég er Vestfirðingur. Það er náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig ég held að liggur við að maður væri að tala við Frakka þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið þeirra yfirgaf. Það er svona þessi hugmyndum hvað þeir koma, það er svona sterk þar. Það er líka í norðmönunum held ég. Þetta er líka svona á Spáni. Já. Að ef að fólk er frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf að vera þaðan. Þá svo að það sé að erfa það eftir kynslóðum. Það sé eiginlega bara foreldrar sem eru úr þorpinu. Já, eiginlega. Já, þetta er ólíkt eftir löndum. Það er líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það er í stórborgunum, þá er ofta það verða svona þorp inn í stórborgunum og það er oft gjarnan fólk frá ákveðnum svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjanum. Já, og þar eru gjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflytjendabúðirnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylkjum eða héruðum eða hvað þetta er kallað. Er ekki Montparnasse fólkið frá Bretagne? Já, það er mikið þar. Með minni það? Já, það er til dæmis dásamleg Bretagne búð þar sem að hérna, það sem ég lærði að borða hérna sardínur niður svona í smjöri sem er sérstaklega á Bretagne. Herðu, móðið þín, hún misti sína móður. Já. Heldur það hafi haft áhrif á hana? Ekki vafa því. Nei, má ég spyrja móðið þína? Getur þú sagt mér frá henni? Já, hún bara, hún lærði leiklist og hún vann, hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistardeild útvarpsins og hérna allengi las mikið upp kvæði með listræna taug Já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona. Ertu líkur henni eða? Nei, held ég ekki. En pabbiðinn, getur sagt mér frá honum? Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þar höfðu samband við alla flugtrafikina yfir Atlantshavið og hann var líka loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríðið þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár, 2 ár held ég, þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi. Þá þurfti að vera loftskeytamaður um borð. Já. Loftskeytamaður um borð. Einmitt. En ég veit ekki, má ég spyrja einna spurningar sem ég spyr alla hérna að?
þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkomin og elskaðan? Já, það gerði ég. Og ertu með góða minningar bernskuheimilið þitt? Já, svona. Já. Yfirleitt, en allavega, sko, hérna, jú, upplifði mig elskaðan og svona, og ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir, föðuramma mín, Já. og Egill Bendisson, maðurinn hennar. Þau voru óskaplega góð við mig og hérna ég fluttist reynda til þeirra þegar ég var í mennskólum við Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum, þau bjuggu við Tjarnargötuna í gamla biskupshúsinu, áttu það og ráku mikið myndar veitingahús, Tjarnarkaffi, neðstu 2 hæðirnar á hérna Oddfellow-húsinu við Tjörnina. Það var náttúrulega ekki ráðhúsið. Svoleiðis að það var útsýnið þarna við Tjörnina og þau voru með lifandi músík helgar og... Er það húsnæði það sem var síðan Tjarnarbúðið? Já. Svoleiðis að ég var pínlítið uppalinn á veitingahúsi. Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við þig? Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það er annað sem ég hef tekið eftir mig sjálfa með það að ég hef tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með augum þess sem rekur veitingahús. Svona spá í það hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona. Svona aðeins skygnist á bak við tjöldin. Og hérna... Hann gæti selt meira ef hann afgreiddi bara beint á borðin. Já, líka bara, ég dáðist að því sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þau aftur þegar þau kemur aftur og þetta svona sem að er lykillinn að því að þið líði vel í hérna á veitingahúsi. Og finnir þið velkomin. Já, akkurat. Herðu en að því þú varst að tala svona eðli áðan, að ég að reyna, með langaði að reyna að átta mig á því, hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð. Þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við, eitthvað sem að var alltaf í þér. Já, sko, það er kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það, að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju, skoða eitthvað, það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra. Og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér, að ég vil hérna, ég vil fá áheyrn hjá öðrum, ég vil koma því frá mér sem að ég er að hugsa. Og ég er auðvitað ekki einn það, en þetta er eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli, held ég. Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna, hvernig ævi þín hafi verið hérna, þessum leyti. En út frá þessu að þá er það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi, semja leikrit, skrifa bækur, að vera með útvarpsþætti. Nei, þetta er alveg logískt. Það er þú bara að uppfylla hérna, það sem að Örnólfur vill. Já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rökréttum böndum. En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega hratt og annað slíkt. Myndirðu segja að verið þannig? Já, ég held að ég geti nú alveg fullyrt það með góðri samvisku. Ég hef alltaf verið fljótur að
að efna til svona frekar vinskapar við fólk og nú er ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona. Ég er alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina. Bara heimstækt nöfn í leikhúsbransanum og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona, já, auðvelt með þetta. Auðvelt með eignarsteginni og hvað það rækta þá? Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk. Já, akkur heldur það sé? Að þú varst starfinn upp á veitingahúsi? Nei, það er eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er, reynslan segir mér að þetta sé svona og ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama. Já. Það er líklega ekki þannig að fólki líði illa í návistinni, ég held ekki. Nei, það held ég nú ekki. Nei. Og finnst þér það skipta máli? Já. Er það svona hluti af mennskunni? Er allavega hluti af því hvernig ég er. Já. En ég er ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu það og það verður bara hver að hafa það fyrir sig. Hver spilar með sínu lagi. Já. Ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með, þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í vinnu og fleira? Nei, þú stýrir ekki öllu ferðunum sjálfur eða hvað? Ekki alveg, nei. En ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur. Ásamt, sko, svo hef ég bara góða hjálp og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér. En ég hanna allar ferðir og skipulegg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður ætlar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta, ég bara bý til ferðirnar sjálfur. Og hvað ertu mikið í útlöndum yfir árið? Ég er svona 5 mánuði á árinu erlendis. Og frekar á veturnar? Já. Viltu vera á Íslandi? Ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið. Á hverju? Já, mér finnst bara betra veður fara hérna og bara gott að vera hérna á sumrinu. Svo spilaði ég svolítið golf. Svo ég veit að þér er bara meinilla við. Ég er ekki illa. Ég er bara kvarta yfir því að bræður mínir allir spila golf og það er svo leiðilegt að þið hittust sko. Já, og þeir eru að tala um golf. Ég hef spilað við bróður þinn. Já. En þú getur spilað golf alls þar í heiminum. Já, ég geri það líka. Já. Það er furðulega vinsæl tómstund. Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl og ásamt syni mínum og tengdaföður hans og má ég. Sonur minn, eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði semst 2 syni og 2 dætur. Synirnir búa í útlöndum og eiga 3 börn hvor. Þannig að við eigum 6 barnabörn í 2 löndum, Svíþjóð og Japan. Og svo eru 2 dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum. Ert þú mikill fjölskyldumæður? Já. Við eigum 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn. Ertu, að því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævina? Þú horfir yfir ævina, hvernig finnst þér hann hafi staðið sig, hann Örnólfur? Já, staðið sig bæði vel og illa. Ef ég á að vera einlægur. Manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og annað hefur gengið þokkalega vel. En það nú kannski reyndar, maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur. Jú, ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt alltaf reynt að standa mig og það er eitt sem ég vil kannski segja að ég hef aldrei
verið knúin af fégræðgi. Það og ég segi það nú bara vegna þess að það er svo algengt. Og maður hefur hort upp á svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár. Og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt. Fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að ber annara hag fyrir brjósti. Og er áhuga á heiminum. Já, við hefum bara ber annara hag fyrir brjósti. Og þá við náttúrulega það sem við kallum félagshyggju og slíkt. Að ég hef alltaf neykst til þess að og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem ekkert hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það er bara ekki hægt. En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld? Jú, því miður. Og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera hag almennings fyrir brjósti. Þeir eru stundum þannig líka en og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en það er þetta eins og við höfum búið við þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki. Bara engan áhuga. Finnst það bara barnalegt að minnast á það. En til það var alltaf sitt hlutverk að tryggja að hér sé aðgangur að ódýru og öruggu húsnæði. Nei. Bara fólk má vera á rakhólum eða vill. Stundum, kannski þegar ég er að labba heim, þá hugsa ég að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélag sem tilheyrir stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku. Það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt er bratt að brekka einhvern veginn endalaust. Inn í einhverju svona heimi sem er stýrt af þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógn af, bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína að þeir eru lamdir í staksteinum og svona. Þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel. Já. Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galísíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúfu lífi, en því að það getur orðið svona hráslagalegt og erfitt. Það getur orðið, það er dálítið freistandi að stinga af. Já. En Ég er alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir þú segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að hafa fyrir því. Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnst manni kannski að maður væri einlægur í þessu, að maður veri þá að stuðla að einhvers konar uppgjöf og því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum óskupum og þó maður hefur verið að berjast rembast eins og rjúpa við staur allt sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill. Það meina að samfélagi hafi ekki batnað mikill. Nei. Það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að ræða áðan í sambandi við ferðalög og svona en að mörguleiti hefur það versnað. Ég held að þegar þú varst ungu maður eða kannski rúmlega ungu maður þá var svona meira svigrúm fyrir, ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku, að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg haft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið um peninga, það skerðir frelsið þitt og
Ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til boða í dag. Ég bara get ekki svarað þessu. Nei. Herðu, en Örnólfur, Já, takk fyrir að koma hingað. sömuleiðis takk fyrir að bjóða mér. Já, mér finnst hérna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð. Það er nú bara þannig. Það er bara að þakka Gaman að fyrir heyra það. það. Bara að þakka fyrir það. Takk fyrir. Herðu, og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittust aftur á Rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óska ykkur bara góðra helgar.